hvernig mat borðið þið helst? Í gamla daga eða? Já, bara, byrjum við bara í dag. Bara kjöt og fisk og grænmeti og kartöflur. Myndið þið segja að það væri svolítið hefðbundin mat? Já. Hafið þið breytt mikið um mat frá því að þið voruð yngri? Eftir þið byrjaði að búa? Nei, það myndi ég ekki segja. Þannig að þið ekkert mikið í svona indverskri matagerð og neinu slíku? Ekkert svoleiðis. Bara kjúklinga þegar það var komið inn. Já. En þú ert alin upp bara við gamaldags íslenskan sveitamat? Já, bara saltaða kjöt og saltdisk og slátur. Já. Og þetta matur sem þið finnst enn þann dag í dag góður? Já, borða það. En hvað það sem þú sækir í þegar þú ert að koma hingað í sumarbústaðinn? Bara kyrrðina og róna sem er hérna að vera. Já. Þegar, ef ég spyrir hvað heima? Ég segi alltaf heima hingað svo. Þó ég heima í bæn. Já, þannig að þú ert alveg með heimatilfinningu. Já. Hérna. En þú Siggi, segðu mér aðeins frá þér. Þú ert fæddur í Aðalstrætinu. Ég er fæddur í Aðalstrætinu, já. Og alin upp í Reykjavík í miðbænum. Alin þar upp í miðbæ Reykjavík. Já. En tengsl þín hingað vestur í Reykhólahreppi? Ég fór í sveit hingað 9 ára í Múla í Þorskafirði. Já, hvers vegna? Að ég var sendur úr bænum. Varstu óþekkur? Já, það fór eitthvað fyrir mig, já. Ég er þar... Ekki heila vetur? Ég er einu sinni heila vetur, já. Það var þegar ég var 11 ára. Þá fór ég í skóla hérna í Reykjavík. Inn á Reykhóla með Inga og Stjána? Bara til þess að... Nei, Inga. Stjáni var núna gamall fyrir okkur. Já. Og ég fór nú eiginlega bara til þess að prófa að vera hérna veturnar, sjá snjóinn og svona vita hvernig það væri að vera í skóla út á landi. Og hvernig fannst þér? Já, ég var bara ánægður með það. Það var mikið líf þar. Fannst þér mikill munur að vera á skólagöngu þarna eða í bænum? Já, það var allt öðru vísi. Það var náttúrulega lengur í tímum í bænum heldur en hérna. En fannst þér munur á fögum og slíkt? Nei, það voru sömu fög sem ég lærði hér og þar. Það var eina sem að bættist við bara í bænum, það voru tungumáli. Sko, ég kom hérna 20, þá fór ég að vinna hjá Símoni hérna á þessu svæði. Já. Og hvernig kynntust þið? Við kynntustum í Þórskafi. Já. Gömlu döðsum. Já. Þannig að það var ekki þannig að einn frá Þórustöðum og hinn frá Kvíðisfirði verið að... Nei. Þegar ég held ég hafi komið inn á flest alla bæi hérna á vestur að Kjálpanum. Áður? Og sveitabæi. Já, út á Símanum? Já. Hvað eru þið gömul þegar þið kynnist? Þá var hún 18 ára og ég 22.